Sunnan vindur, svaraðu mér, segðu mér hvaðan þú kemur og fer. Sunnanvindurinn bar okkur út í Viðey að þessu sinni, þar sem ég ætla að hitta konu, brottfluttan Akureyring, sem hefur verið hér í Reykjavík í fjöldamörg ár. Þið þekkið hana vegna þess að hún var sjónvarpskona hér áður fyrr og var á skjánum. Þetta er engin önnur en Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri menningar og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar. Komdu blessu og sæl, Svanhildur Konráðsdóttir. Blessaður og sæl. Og þakka þér fyrir að taka á móti mér hérna í Viðey. Mín var ánægjan. Mér finnst svona eins og þú sést svolítið svona hvað ég var að segja, heimavön hérna. Já, mér þykir mjög vænt Viðey og þetta er nú svona ein af við getum eiginlega sagt menningarstofnunum Reykjavíkurborgar. Þetta er náttúrulega þetta forna höfuðból Reykvíkinga. Já. Og tilheyrir þessu sviði sem ég stýri. Þannig að við sem sagt sjáum og berum ábyrgð á Viðey og Viðeyjarstofu, þessum menningarverðmætum sem eru hérna. Þannig að mér þykir mjög vænt Viðey. Já, en kom ekki færri Reykvíkingar hérna en ættu að koma, ef svo má segja? Svona... Jú, það má alveg segja það. Það er alveg ótrúlegt að því að þetta tekur 5 mínútur með bátnum, 7 mínútur kannski, eða allt og stutt fyrir þá sem hafa gaman að því vera á sjó, sko. En það er alveg rétt, það mættu koma fleiri, en það eru samt mjög vaxandi fjöldi gesta, núna bara á síðustu árum. Það sem náttúrulega, hér eru náttúrulega komin að bætast við menningarverðmæti. Já, nákvæmlega. Ertu út að tala friðarsúluna? Já, ég er að tala hana. Sem eiginlega menningarverðmæti fyrir ekki Reykvíkinga heldur, er það ekki bara, getum við ekki sagt það heiminn bara. Fyrir heiminn? Jú. Við teljum það. Við orðin bara komin á heimskortið. Já, og þetta er orðið svona friðarsetur, má segja. Þetta var 2007 sem var kveikt á súlunni, ljósið tendrað í fyrsta skipti. Það góða ár. Já, nákvæmlega. En þannig að það eru stöðugt fleiri sem koma hingað mitt á haustinn og logar á henni. Það er alveg ótrúleg upplifun að vera í Viðey og horfa yfir til borgarinnar og þegar kveikt á súlunni. Það er eitthvað sem maður ætti að fara að drífa sig að sjá, koma sér út í Viðey. Ég er að koma hérna í fyrsta skipti. Það er náttúrulega algjörlega lygilegt og skulum viðurkenna þetta líka. Já, ég meina, þá verð ég bara að spyrja þig á móti af því að þú ert nú sem sagt hér í þessum þætti Sunnavindur sem brottfluttur Akureyringur. Já, einmitt. Akkúrat, það er það sem þessi þáttur snýst um. Nú, ég held ég að tala bara Viðey og Reykjavík. Hefurðu komið út í Hrísey? Nei. Já. Það er rosalega það. Ég skammast mín. Ég ætla að bæta úr þessu, strax í sumar. Strax í sumar, já. Þú ert náttúrulega að segja okkur frá svona uppröðunum þínum á Akureyri og... Já, sko. Ég er fædd á Akureyri. Já. Og fædd á Eyrinni. Á Eyrinni? Já. Eyrarpúki? Já. Bjó þar til ég var held í 6 ára eitthvað svoleiðis. Flutti þá á Brekkuna. Þar sem ég bjó svona mestan minn aldur á Akureyri. Já. Hvert fluttur þú þá? Ég flutti í Akurgerði. Fórst beint í Akurgerði? Já. Og það var voðalega skemmtilegt, sko. Þetta var svona hverfi sem var að byggjast upp af mikið af fjölskyldufólki og mikið af nýbyggingum, svona byggingasvæðin sem voru náttúrulega alveg gósen land fyrir krakka, sko. Og við vorum með svona kofabyggð og kanínurækt og alls konar business þarna á Spennistöðvartúninu. Já, akkurat. Sem menn þekkja þarna til. Þarna ert þú sem sagt í bara nánast efri byggðum bæjarins í Akurgerði þegar þú flyttur þangað. Svo var bara lundur þarna einhvern veginn fyrir ofan sem var bara sveit. Já. Og það var einmitt, ég man eftir þessum hverfum þegar voru að byggjast upp svo í framhaldinu, sko. Já. En það var heilmikið ferðalag að fara upp í Lund. Upp í Lund? Já. Og upp í Tröllatröppur og þetta var bara mikið ferðalag, sko. Tröllatröppur? Já. Nú er ég ekki með, sko. Þú ert ekki með það? Nei, þarna náði ég þér. Já, aftur. Já, þær eru þarna fyrir ofan. Já. Ég veit ekki hvort það bara getur vel verið að sé búið að byggja þar núna. Þær voru svona, hvað getum við sagt, suðvestan við Lund. Já. Það skilum við eftir í aptíndan, sko. Ok, þannig að þú ferð væntanlega þá í barnaskólan?
Barnaskóla Íslands. Barnaskóla Íslands, Nákvæmlega. ekki Akureyri, Nei, Íslands. Barnaskóla Íslands, Akureyringar náttúrulega eins og við vitum hugsa stórt Já. og þetta var þessi fíni Barnaskóli Íslands en svo fór ég í Lundarskóla sem var einmitt svona nýji skólinn í þessu nýja hverfi og var í honum allan minn barnaskóla aldur og fór svo í Gaggan náttúrulega eins og lög gerir ráð fyrir og þaðan í menntaskólann. Hver var umsjónarkennariðinn í 9. bekk? Þetta er ekki að spyrja svona spurninga. Ég nefnilega áttaði mig á því þegar þú baðst mig að koma í þennan þátt. Þurfti nú aðeins að hugsa mig sko. Og ég áttaði mig á því að ég man eiginlega ekki neitt. Og hefur ekkert verið að rifja það upp, mikið? Nei, ekki mikið. Ég lifi mjög í núinu og hef ekkert sko mikið verið að dvelja í fortíðinni. Þannig ég fór að reyna að rifja upp einhverja svona hluti. Ég man til dæmis ekki hver var umsjónarkennari minn í 9. bekk. Hver man það? Muna það allir kannski? Nei. En þegar þú ert í 9. bekk, þú ferð síðan væntanlega hvað, í menntaskólann? Já. Klára hann fyrir norðan, eða hvað? Já, ég gerði það. Ég var reyndar mjög hugsi, ég var ekkert ákveðin í að klára menntaskólann en vera þar í 4 ár. Ég vil veltaði fyrir mér að fara á Bifröst, vera fyrsta árið í MA að fara á Bifröst, ég skil nú ekkert hvað ég var að pæla. Í því sem betur fer hætti ég við það. Af því það var alveg hrikalega gaman í menntaskólanum. Góður hópur og mikið fjör og svona strax á fyrsta árinu þá fann ég það að þetta var málið. Fór í félagsfræðibraut og var svona talsvert held ég aktív í félagslífi, var formaður tónlistafélagsins og við stóðum fyrir alls konar uppákomu, sérstaklega í tónlist. Já. En er farið að brjótast í þér þarna Akureyri eitthvað of þröngt fyrir mig? Þið farið að langa flytja frá Akureyri á einhverjum tímapunkti? Getur þú svona rakið það einhvern veginn? Já, algjörlega. Ég held að það, í mínum huga var það allavega algjörlega skýrt að ég ætlaði að fara leið og ég kláraði stúdentspróf. Og ákvað það nú líka að fara ekki beint í háskólanám, heldur gefa mér svona smá break til að hugsa málið. Ég var ekki alveg klárað hvað ég vildi gera. Velti ég nú fyrir mér á tímabili að verða fornleifafræðingur. Ég hugsa mér hryllingi til þess að ég hef látið að því verða að ég er ekki nægilega þolinmóð til dæmis í það. Nei, takk. Svo velti ég fyrir mér hvort ég ætti ekki að verða mannfræðingur. Af því ég var svona heilluð af því sem er framandi menningu. En ákvað sem sé að fara ekki þá braut heldur, ekki beint allavega. Og fór í blaðamennsku. Ferð þá suður til Reykjavíkur? Já. Flytur bara þarna strax síðla sumars 85, ég er útskrifuð 85. Mér langaði aðeins samt að bakka núna, af því að þú sagðir við stóðum fyrir fullt af tónlistarviðburðum. Hvað voru þeir sýslar þá? Við vorum að halda tónleika í Möðruvallakjallaranum, fengum alls konar bönd, Þursaflokkinn man ég og Bubba, hann var þá með utangarsmenn frekar en Egoið. Það var svona á þeim tíma. Og svo stóðum við fyrir gríðarlega öflugu menningarviðburði sem hét Viðarstaukurinn, sem er íslenskun á orðinu Woodstock. Og þá á Viðarstauknum þá tróðu upp alls konar bönd og svona dálítið heimabakað. Kannastu það? Já, og það voru í þessu, þetta var öflugt lið, mjög skemmtilegur hópur sem var svona vinahópur á þessum árum. Logi Már Einarsson og Jón Haukur og Sigmundur Simmi sem núna er virtur lögmaður og býr fyrir norðan. Gestur Traustason og Arnar sem var nú reyndar ekki í menntaskólanum, hann var á fyrsta árinu held ég bara. Fór svo í annað. Og fleiri góðir. Og Olga, systir þín, var svolítið í þessum hópi. Olga í þessu. Þarna ertu orðin svolítið í menningamálunum strax, svona, hvað ég að segja, innan skólans eða? Já, í tónlist. Ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á tónlist. Já. Þannig að, svona, þarna ertu sem sagt búin með menntaskólann, þannig að við spólum aftur áfram. Já. Þú ert komin í háskólann í blaðamennsku? Nei. Ég hef fluttið til Reykjavík og fór bara að vinna. Já. Ætlaði að fara að vinna á Mokkanum, en þeir vildi ekki ráða mig og ég var náttúrulega mjög fúl yfir því. Þannig ég réði mig til fyrirtæki sem hét Fróði og gaf út alls konar tímarit. Og mín fyrstu verkefni í blaðamennsku voru mjög glamúrus og snerist meðal annars að skrifa geitarækt og kanínurækt
og iðnað í Hveragerði. Ég man mjög vel eftir þessu. Þetta var ekki alveg það sem ég hafði haft í huga, en þetta var mjög góður skóli. Já. Og ég var vann hjá Fróða í einhverja mánuði, held ég, hálft ár kannski. Já. Og, en flaggskip Fróða var tímarit Mannlíf. Það er rétt. Og það réði ríkjum, eða var ritstjóri Herdís Þorgeirsdóttir nokkur. En ég sá nú ekki alveg framtíð mína í Iðnaðarblaðinu og Bændablaðinu og fór að vinna á DVF. Og vann þar undir ritstjórn Ellert B. Schram og Jónasar. Það er góður skóli líka? Já, það var mjög góður skóli. Ég var í á neytendasíðunni, þetta var góður hópur sem var þar líka og Þorsteinn Jóð var í Fólk í fréttum og eitthvað svona, þetta var þetta skemmtilegt. En allavega, ég var þar í einhvern tíma og þá var Árni Þórarinsson tekið við Mannlífi. Ég hafði skrifað eitthvað lítið viðtal við einmitt góða vinkonu mína og góðan akureyring sem örugglega mann meira frá Akureyri heldur en ég, Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistarkona. Það var fyrsta viðtalið sem ég skrifaði fyrir Mannlíf og í framhaldi af því fór Árni að biðja mig að skrifa meira fyrir blaðið, svona bara frílans eða með þessari vinnu mín á DVF. Og svo endaði með því ég fór alveg yfir á Mannlíf og starfaði þar með Árna Þórarinsinni sem að kendi mér nú meira og minna allt sem ég veit í blaðamennsku. Og var svo ritstjóri blaðsins seinna. Það er ritstjóri Mannlífs. Já, þannig að þetta ár sem ég ætlaði að taka mér á milli stúdentsprófs og háskólanáms, það varð aðeins lengra. Það urðu eiginlega 5 ár. Það liði 5 ár þangað til að ég fór svo út til Bretlands í háskólanum. Svo þarna ferðu til Bretlands að læra, ég meina, varst ekki bara orðin ritstjóri, af hverju þurftir að fara eitthvað lengra? Hvað er þetta bara í ritstjóri Mannlífs? Er þetta ekki svona dálítið bara góður staður? Það var bara dásamlegt stað, það var mjög skemmtilegt. Virkilega gaman, mikil áskorun, ég var náttúrulega dálítið ung, sko. En mikil áskorun og... Hvað ertu gömul þarna svona? Ætli ég gjörði 23 þegar ég tók við blaðinu. Ég var sem sagt að verða 25 þegar ég fór út, held ég. Já, og það kom aldrei neitt annað til greina en að í fyrsta lagi að flytja út og í annar stað að mennta mig meira. Það var bara þannig. Þú vildir sem sagt mennta þig meira, að ekki staðna einhver staðar sem blaðamaður á einhverju tímariti eða var hugmyndin að ég ætla að sýra heiminn-fílingurinn eða hvernig Já, örugglega. Já. Metnaður, dirfska. Já, ég meina auðvitað, maður Ég er svona alltaf með hvað drífur þig svona áfram, sko, þú veist svona Hamslaus metnaður, Kalli. Hamslaus metnaður, nei, það er ekki svoleiðis. Nei, bara ævintýri og upplifa og prófa eitthvað nýtt og kynnast einhverju sem er öðruvísi en það sem maður þekkir. Forvitni. Getur það kannski forvitni? Forvitni, já. Fyrst og fremst, já. Eitthvað svona þekkingar þrá eitthvað. Já. Og hvert ferðu til Bretlands? Sko, ég valið stóðlega og það er svolítið merkilegt að hugsa til þess einmitt þegar þú spyrir svona hvað drífur mann áfram í lífinu, þegar maður hugsa til þessara ákvarðana sem maður tekur og hvert þær leiða mann og í mínu tilfelli að þá var þetta svona afdrifarík ákvörðun reyndist vera að velja frekar að fara til Canterborgar, Kent í Suður-Englandi, heldur til Boston sem var hin optionin. Og skólagjöldin voru einhvern veginn miklu hærri í Boston, þetta var náttúrulega rándýrt nám, þetta var undergraduate nám. Og þeir voru hafa ívið ódýrari í Bretlandi og svo voru þeir líka með svo hrikalega spennandi deild sem var ný deild við þennan háskóla og þeir voru að kenna það sem að deildin heitir Communication and Image Studies sem er svona samskipta, miðlunarfræði með svona ímyndar ívafi. Og mér fannst þetta svo spennandi blanda, ég ákvaði að fara þangað. Og ég hugsa oft mitt í dag, sko. Þegar ég horfi á börnin mín til dæmis. Það hefði einhvern veginn verið allt annað ef ég kosið að fara til Boston. Þannig ég þakka mínu sæla fyrir að fara til Canterbury því þar hitti ég svo manni minn. Hver er þessi maður? Hann heitir Ali Amushahi og er frá Íran en var nú búinn að búa í Bretlandi í 20 ár, þegar við kynntumst, starfandi arkitekt þar og bjó á Ástarbraut, Love Lane nr. 10, þannig að þetta var náttúrulega ómótstæðilegt. Beint af augum allt saman? Já, algjörlega. Að loknu nám í Englandi, flytturðu beint heim og drífur? Nei, sko ég lauk námi 93 og við fluttum upp til London
og ég var bara að vinna þar og við bæði. Og ég vann nú svolítið í sendiráði Íslands og var þar með Jakobi Frímanni Magnúsinni sem var alveg frábærlega skemmtilegu tími. Þá var hann þar menningarfulltrúi. Myndirðu skjóta ártalið þarna þannig að við veitum svona hvenær þetta er 93-4. Þetta er 93-4. Já, eitthvað svoleiðis, 4, já. Og hann náttúrulega algjör orkubomba, frábærlega hugmyndaríkur og skemmtilegu maður. Og eins og kannski alþjóð veit, þá starfar hann undir mottóinu nei ekki nokkurt svar. Og það var nákvæmlega þannig sem að hann vann. Nálgaðist. Já, við að koma íslenskri menningu á framfæri. Og það var mikið ævintýri, mjög gaman að vinna með hann. En svo fór ég að vinna og ég var alltaf að skrifa svona pistla líka með og einhverja taka viðtöl og skrifaði á þessum tíma líka 2 bækur. Þannig ég var svona sýsla í mörgu á þessum árum. Þarna úti í Englandi ertu að skrifa bækur? Já, ég skrifaði eiginlega, býtu nú við, fyrri bókin held ég kom út haustið sem ég fór út, held ég. Og hún heitir Neistar frá sömu sól og er svona viðtöl við fólk sem að sér heiminn svolítið á annan hátt en við hinn. Hvað sér það? Hvað sér það? Já, þetta Þetta var svona svolítið andlegt, þetta var svona andlegt og já, ég var þarna viðtal til dæmis við Erlu Stefánsdóttur, þá mætu konu sem að, eins og ég segi, sér lífið svolítið öðrum litum en við hinn. Þórhallur Guðmundsson miðill var þarna líka og Brynjólfur Snorrason sem menn þekkja nú fyrir norðan. Ramaspinni. Já, Ramaspinni, já. Og 2 aðrir, annar en nú, þeir eru báðir látnir held ég, hinnir. Þannig að þessi bók kom út þarna held ég haustið 90. Var ekki svolítið forvitnilegt að fara inn í kafa niður og þetta og skoða þetta? Jú. Og ég var á tíma, ég bara talandi um forvitni, þetta var forvitni sem að rak mig svolítið áfram í að þefa uppi fólk sem hafði svolítið aðra sýn og aðra upplifun. Og ég gerði alltaf mikið af því á tímabili og þessi bók var svona kannski afrakstur af svoleiðis vinnu. Og svo var önnur bók? Svo var önnur bók sem að kom út sennilega árinu seinna, eða kannski 2 árum seinna og það var líka mjög skemmtilegt og gefandi verkefni og það var sagan hans Jónasar Jónassonar, útfarsmanns með meiru og listamanns. Passið ykkur á myrkrinu? Já, en hún hét Lífsháskinn. Hún hét Lífsháskinn? Já, það var mjög gaman að vinna með Jónasi, alveg stórkostlegt. Merkilegu maður. Þarna ertu sem sagt að vinna í sendiráðinu, þú ert að skrifa bækur, bara búin að finna manninn. Árið 1900 sagðirðu svona 94. Hvenær kemur heim til Íslands svo? Strákurinn okkar eldri, hann fæðist þarna 95. Fæddur í Bretlandi, í London. Og það vildi þannig til, ég var ekkert á leiðinni til Íslands og ætlaði mér ekkert að fara heim, að flytja heim. En þá fékk ég símtal sem breytti því svolítið og Sigurður Valgeirsson sem þá var ritstjóri sjónvarpsþáttar sem hét Dagsljós, að hann hringdi í mig og spurði hvort ég væri til í að koma og gerast umsjónarmaður einn vetur. Og ég sá nú að, ég væri þetta með bara 5 mánaða gamalt barn eða 4 mánaða gamalt barn eða eitthvað svoleiðis og þetta var nú ekki alveg einfalt en ég hef svona hugsað málið sem jú, því ekki. Bara skella sér í einn vetur, fara með barnið heim og svona og prófa þetta. Já. Mér fannst þetta bara svona skemmtilegt tækifæri. Inn í sjónvarp. Já, prófa það og... Hafðirðu ekkert komið nálægt í áður? Nei, ég get ekki sagt það. Þannig að... Nei, mér fannst þetta bara mjög gaman. Hvernig gerist svona? Þú veist, fékkstu þjálfun, æfingu? Ég var náttúrulega ömurleg til að byrja með. Ég kannski skánaði eitthvað. En mann gleymir náttúrulega þessu slæma. Já, mann gleymir þessu, já, kannski, já. Nei, þetta var en það er bara, manni var svona svolítið hent út í djúpu laugina, bara eins og gengur og gerist hér á Íslandi. Í svona. Það var bara að læra í beinni útsendingu. En það mér þótti mjög gaman að vinna í sjónvarpi og sérstaklega í beinni útsendingu af því það er svo mikil orka, sem er í því. Þessir þættir líka á þessum tíma, svona þessir kvöldmataleiti þættir, þið voru svolítið nýir þarna var það? Já, ég held að þátturinn hafi verið var búin að vera 2 ár held ég í gangi eitthvað svoleiðis þegar ég kom hérna, 2 eða 3 ár jafnvel. En já, þetta var svona nýtt format að þessu leitinu til, þetta var svona magasín þáttur
og á besta tíma auðvitað, þannig að þetta var mjög spennandi format og á tímabili vorum við bæði fyrir og eftir fréttir, svo breyttist það nú, en þetta var svona þáttur sem fjallaði málefni dagsins, ég meina það var pólitík og samfélagsmál og menningarmál og mikil útgerð, sko, þú veist, það var fullt af tökumönnum og pródúsentum og þetta var svakalega, sko, flott dagskrárgerð. Engin niðurskurður á sjónvarpinu þá? Nei, þetta var, maður eiginlega sér þetta nánast ekki í dag, menn hafi ekki efnað þess í dag. En þetta sem átti að verða bara vetrar langt stopp, að það lengdist aðeins, eins og gengur. En þú hefur svo sem, sko, þetta eins og nú kannski má segja samt svolítið rökrétt. Er það ekki skref þannig? Ég menna að þá þessa konu sem var í fjölmiðlanámi, í blaðamannastétt, er þetta ekki svona, þetta er engin uppeyja? Fyrir mig? Já. Nei, nema þá þú varst náttúrulega þarna orðin, kannski má segja brottfluttur, ekki sko Akureyri, heldur brottfluttur Íslandi. Já, og það var ekkert alveg náttúrulega sjálfgefið að flytja manninn heim. Nei. Af því að hann auðvitað þurfti að svona fórna dálítið til. Og stóð ekki til eins og ég segja að við myndum festast hér, en síðan eru liðin mörg ár eins og segir í kvæðinu. Og hann er löngu búinn að gleyma hvað hann ætlaði að vera að gera. Já, þetta er það ekki bara, ég held að hann kalli sig svona love refugee. Aha, hérna á Íslandi. Já. Þetta er ekki pólitískt hæli sem tók sig hér. Já, og hvað svo? Hvað eftir sjónvarp? Og ég var í 3 ár, þetta voru 3 vetur. Og eftir það fór ég eiginlega bara beinustileifi í menninguna og svona markaðsmálin svolítið. Fór að vinna, tók að mér að vera kynningarstjóri listaháttíðar og þaðan fór ég svo að vinna fyrir Reykjavík menningarborg Evrópu árið 2000. Var þar svona kynningarstjóri og það var mjög skemmtilegt. Reykjavík var ein af 9 borgum í Evrópu sem var þessi menningarborg árið 2000. Og þetta var alveg magnað verkefni og breytti svona eftir á að hyggja mjög miklu held ég hér. Bjóð til svona tengsl út í heim og bjóð til kannski fagþekkingu líka og reynslu sem að... Hér til að díla við það? Já. Þannig að það má segja svona Reykjavík kemst svolítið á kortið bara við, eða þú veist, þetta hefur áhrif í þáttina, árið 2000 menningarborg, þetta kom okkur meira á kortið. Já, og ég held að þetta hefur bara líka verið svo gott fyrir okkur hér heima að allt í einu að fara að hugsa Reykjavík sem menningarborg, það var alveg nýtt. Þú veist, það þurfti svolítið að sannfæra heimamenn að við ættum þennan titil, sko, já, akkurat. Og það var lítið merkilegt, þannig ég held að það urði ákveðin vatnaskil í framhaldinu, sko. Og síðan tók ég mér nú smá hlé, seinni, eða semst yngri sonur okkar fæddist þannig 2001, en svo hóf ég störf hjá Reykjavíkurborg 2002 og hef verið þar síðan. Er það búið til nýtt svið? Nei, ég réði mig til borgarinnar til að koma höfuðborgarstofu á koppinn, að búa hana til. Já. Og höfuðborgarstofa er það batteri, eða sú stofnun á vegum Reykjavíkurborgar sem heldur utan ferðamál og markaðsmál, sérst kynningarmál á þeim vettvangi og þessar stóru viðburði, borgarhátíðirnar eins og menningarnótt og vetrarhátíð og fleira. Og fékk með mér harðsnúið lið í það að koma höfuðborgarstofu á koppinn og meðal annarra Sif Gunnarsdóttur sem að núna einmitt er forstöðumaður höfuðborgarstofu. En hún sem sagt kom inn sem viðburðastjóri og fleira gott fólk þarna en það var sérst 2005 sem að þetta svið verður til menningar- og ferðamálasvið þar sem að menningarstofnanir borgarinnar og þá höfuðborgarstofa heyra saman undir eitt svið. Segðu mér aðeins frá þessu svona starfi í sko, þú veist, þetta lítur að vera ofboðslega lifandi. Hér koma persónur eins og, já, ég nefni bara Yoko Ono. Hvernig er þetta starf? Þetta er skemmtilegasta starf í heimi. Já. Það er bara þannig. Ég er mjög lánsöm að fá að gegna því, allavega ennum stund. Og það er mjög fjölbreytt og spennandi og mörg ólík viðfangsefni. Menningarstofnanir borgarinnar eru þetta frábærar og öflugar stofnanir, ég meina Borgarbókasafnið, Listasafn Reykjavíkur, Minjasafnið, Ljósmyndasafn Gerðuberg og svo höfuðborgarstofa. Þetta eru ólíkar einingar, ólíkar stofnanir og þannig það er gaman að fá að svona sýsla með því fólki, góða fólki sem að er þar í forsvari og svo eins og þú segir, svo koma upp svona frábær tækifæri, skemmtileg verkefni eins og til dæmis Friðarsúlan hérna í Viðey og
sem að eins og allir góðir hlutir. Það svona eitt skref hér og svo annað þar og svona þræðir sem að fléttast saman sem virðast kannski ekki vera mikið í byrjun en svona eftir á að hyggja þegar maður horfir á samhengið að það áttar maður sig á því að þetta hefði aldrei gerst nema því að þessi var á þessum stað og þessum tíma og sem betur fer að þá hafði Reykjavíkurborg svona framsýni til þess að fara í þetta samstarf við listakonuna, við Yoko Ono og setja svolítinn pening í það að koma verkinu upp en stærstan partinn af því kostaði hún nú reynda sjálf og þar var Stefán Jón Hafstein lykilmaður. Hann var þá sem sagt í forsvari fyrir menningarmálin hjá borginni og var mjög trúar á þetta verkefni og hans stuðningur skipti mjög miklu máli fyrir það að við erum hér komin með listaverk sem á heimsmælikvarða og vekur athygli mjög víða og dregur hingað fólk og jákvæða strauma. Hvernig var þessi, man eftir því í sjónvarpinu þegar öll hersingin var þessi vígsla, hvernig var þessi serimónía? Þetta var ótrúlega skemmtilegt, mjög flókið að láta þetta gerast allt saman vegna þess að það þurfti þetta mörgu að hyggja meðal annars bara öryggismálum. Við vorum með Tahana og Sean Lennon, son hennar og það var Ringo og konan hans og Olivia Harrison og sonur hennar og George Harrison því miður var nú engin fulltrúi hér frá McCartney en allt þetta fólk var saman komið hér og við þurftum að koma yfir til Viðeyjar í kolniða myrkri á októberkvöldi og það var svona frekar kalt ef ég man það rétt og þetta var í beinni útsendingu og það var bæði íslenski miðlar og erlenda sjónvarpsstöðvar og þetta þurfti allt að ganga upp alveg á sekúndunni sko. Ég held að nokkrum hafi verið orðið svolítið kalt sem að bíðu við súluna eftir að hersingin kæmi en þetta tókst nú allt saman og var alveg ógleymanleg stund. Við byrjuðum eiginlega þáttinn aðeins á því að við vorum að tala að þú vilt koma hérna til Viðey og hér sagðir mér að þú ættir mjög svona sterkar tengingar má segja? Já, mér þykir mjög vænt Viðey og það þetta svo sem ekkert síst þetta verk sem að svona tengir mig hingað. Friðarsúlan sjálf. Já, við svona vorum að vinna þessu alveg bara frá 2005. Svona í hjartanuðinu finnst þér þú eiga svolítið svona í þessu? Já, pínlítið. Svo bara það er svo mikil friður á kyrrð og yndisleg náttúra, frábært útsýni og svo fyrir mig sko bara að geta séð Reykjavík en vera samt einhvern veginn út í sveit. Já. Það er alveg ómótstæðileg blanda. Af því ég er svona borgarbarn í hjarta. Já, en hvernig ætlarðu svo að klára þetta allt saman? Ætlarðu að flytja norður eins og svona, ég með einhver svona hugmyndir sjálf á mig, hvort maður endi heima? Endi heima? Já, fyrir ekki í sínum... Fyrir norðan? Það er eitthvað svona fæðingabærin, já, ég fer nú aftur. Já, nei, ég sé það nú ekki fyrir mér. Mér finnst alveg frábært að koma norður, öðru hvoru, og þá er svona ritual. Ég fæ mér alltaf smiðjuborgara, alltaf, það má ekki klikka, og að sjálfsögðu Brynís, að það er náttúrulega ekki að nefna það. Heimsækja ættingjana en ég sagði hann líka ég lifi bara mikið í núinu ég er ekkert mikið svona að hugsa einhverja fortíð og finnst ekki að maður er endilega að leita aftur í eitthvað upphaf sko. Maður heldur bara áfram maður bara heldur áfram og hvar maður endar það er bara spennandi að vita, kemur bara ljós ekki fyrir norðan samt held ekki en maður veit ekki